Já, og við erum ennþá í Grindavík og ætlum að fara aðeins inn í bæ og hitta þar unga stúlku, hana Unni Guðrúnu, og hún er bara 19 ára gömul og er ljóðskáld og var að gefa út sína fyrstu ljóðabók. Komið með okkur þangað. Unni Guðrún, ljóðabóka útgefandi Grindavík, 19 ára gömul. Hvað fær unga stúlku til þess að fara að gefa út ljóðabók? Það er mjög góð spurning, en ég var í FG og var þar í 11 leiklistarafangum. Fjölbrautaskólanum í Garðabæ? Já, Fjölbrautaskólanum í Garðabæ. Og einn af þeim var skapandi skrif og þar var Ingibjörg Kjartansdóttir að kenna mér. Og áttum að gera lokaverkefni og máttum velja ljóð eða örsögur eða bakþanga. Og ég ákvað þá að fara með bakþanga reyndar og skilaði þar inn svona heimagerði bók með bakþöngum og svona. Og síðan skilaði bókinni og ég fæ bara mjög góð einkunn fyrir það og svona skil bakþanga rosa vel og einhvern veginn að skrifa og síðan hvíslar hún að mér, ég hlakka til að sjá bakþangana þín á afturstu blaðsíðu fréttablaðsins einn daginn og ég eitthvað svona, ok, kannski get ég eitthvað skrifað, skilju. Og síðan þetta er sem sagt í 2019. Síðan í byrjun 2020 geng ég gegnum svona smá erfiða tíma og fer að skrifa og byrjaði þá bara að skrifa ljóð og gengur rosa vel og er bara búin að fylla heila bók og ég er bara eitthvað svona, já, ok, þetta er mjög skemmtilegt og maður er nær að koma ykkur út. Og síðan sumarið kemur Ugla Helgadóttir, vinkona mín heim og mamma hefur alltaf verið mikið að lesa fyrir mig ljóð og bækur og svona og við erum sem sagt að skrifa ljóð eftir artista sem heilla okkur og lög og erum að setja á vegginn minn inni. Og síðan kemur mamma inn og les ljóð sem heitir Söngur drykkjumannsins eftir ömmu mína sem alveg heillaði mig på skónum. Og þá kom Ugla að mér og var eitthvað svona, já, Unnur, kannski ert þú bara næst að gera ljóðabók út af því að langafi minn og langamma mín gerði sem sagt ljóðabækur. Og ég eitthvað svona, já, ok, og við bara hlógum og ég pældi ekkert meira í því og síðan var bara ljóðabók að veruleika. Já, það er frábært. Já. En hvað geturðu sagt okkur svona bókina? Hvað getur maður, ég les ekki mikið af ljóðabókum, þannig að þú veist, ég spyrir svolítið eins og óvanur maður þó maður grípa átt í ljóðabók. Já. En hvað er hvað fjallar á bókin? Í stuttum orðum er þetta bara svona 7 tímabil í lífinu mínu og bara skrifið frá dýpstu hjartarótum og hún er mjög persónuleg og tilfinningamikil en og þú veist þess að hún byrjar alltaf, allir kaflar byrja á til þeirra sem og þegar bókin heitir til þeirra og því ég vil að fólk geti speglað sig í orðum bókarinnar. Þannig að þú veist, þetta er mjög opin fyrir túlkun. Þannig að þegar þú lest hana þá getur þú speglað þína minningar eða þína tilfinningar í þessu. En þetta er ekki bara ég að segja eitthvað sem, þú veist, þetta er bara þetta, skilur mig. Og já, hún er til styrktar HVF og Lauf og það kemur fram, það er ljóð sem heitir Lauf meira þess að. Og ég var búin að hlera það að mamma hefði hjálpað við að prenta bókina, hún var að styrkja því og síðan ætla að láta allan ágáfa bókarinnar renna til Alnæmissamtakanna og Laufs félags flóaveikra. Já. Akkur ertu að velja þessi félag? Ég var 4 ára, þá greinist ég með góðkynja barnaflóaveiki en er ekki lengur með það og bara yndislega félag og síðan var bróðir móður minnar, Ingi Gests. Hann greindist ungur með alnæmi og hefði orðið 53 ára í ár. Þannig að mér langaði að taka eitthvað svona persónulegt sem svona snerti mig og líka bara frábær félag sem fengi kannski ekki ómikla athygli, skilur mig. Þarf maður að vera með eitthvað svona, hvað var maður að segja, grunn, eitthvað þekkingagrunn til þess að gera ljóðabók? Nei, í rauninni ekki. Ég hafði náttúrulega mjög lítinn en það er auðvitað alltaf betra en ég held að sé bara ef þú hefur ástríðuna og vilt, þú veist, gera hvað sem það er, þá getur það alltaf, þú leggur alltaf á þig, sko. Og ég sé að því að þú talar tilfinningarnar þínar í þessari ljóðabók og veist, bara hér er eitt ljóð sem heitir Samviskubit og Viðreisnar von, þannig að þetta er svona útgöngutyr. Varstu einhvern tímann að leita þeim eða? Eða er þetta bara eitthvað
eitthvað sem þú farið í kollinn þegar þú ert að semja? Sko, eins og þessi kafli, þetta til þeirra sem stjörnuheiminn sjá. Þú veist, það allir kaflanir eru svolítið svona yfir 2020 og á undan því. Og eins og þetta skrifaði ég á einhvern 3 mánuðum, þá voru bara svona ljóð að koma frá mér, skilur mig. Og það var svona hugarástandið sem ég var í þá, skilur mig, og svona tilfinningarnar. En já, þetta allt mjög persónulegt. Já. Og hér á blaðsíðu 19, þá kemur hérna kafli sem að byrja sem að til þeirra sem eru hinsegin. Já. Og þá birtast ljóðin hægra megin í bókinni og ég búin að vera vinstra megin í bókinni fram að því. Já, það hreinlega vegna þess að ég sem sagt hinsegin kona og bókin hefst á röngunni til að svona mest til að sýna fram á það að hinseginleikinn ekki öðruvísi, eða skilur þá ekki að vera skömm bak við það. Og líka að þetta svolítið svona áður en ég kem út, sem kem ég út og þá líf mitt svona rétt. Þá ég komin á réttu blaðsíðuna, skilur mig. Þannig að, já, mér langaði að vekja athygli á því að það oftast tekið sem svona að það sé öðruvísi, þannig að svona hælat á það. En mér langaði að hafa akkurat öfugt núna. Skrifar ástfangin í fyrsta sinn og ýmislegt. Já. En útgáfa bókarinnar og annað og þú varst í námi í Garðabæ, sem sagt, leiklistarbraut. Já. Hvað þetta allt partur af því prógrami? Hvað ertu að horfa eitthvað inn í framtíðina með þessa bók? Ertu að fara að nýta hana í einhverju? Já. Sko, mamma og pabbi styrktu mig fyrir útgáfu bókarinnar og ég sé fram á í þess að markmiðið að komast í Listaháskólann á Suðursundabrautina og ég sé fram á að nýta bókina í þeirri portfóljó og mun alveg örugglega nýta mér hana meira í framtíðinni við verk og allt og því ég mjög stolt af henni. Þú ert að reyna að komast inn í Listaháskólann og það mjög erfitt. Já, virkilega. Bara fáir sem komast inn að hverju ári? Já, það eru 10 á hverja braut. Já. Þannig að ertu að gera eitthvað fleiri verkefni til þess að setja inn í umsóknina þína og bókin einn partur af því? Já, ég að skrifa handrit og úr því verður barnaleikrit sem kemur núna í sumar og ég leikstýri því og síðan ég bara með verk sem ég hef sett upp og ljósmyndir og svona eitthvað sem svona sýnir minn innri listamann eins og var beðið draumurinn að verða frægur leikari á Íslandi eða í útlöndum? Nei. Það ekki draumurinn? Nei, alls ekki. Það að leikstjóri. Leikstjóri? Mér langar að leikstjóri eða skáld eða rithöfundur. Mér finnst það allt mjög heillandi og svona að setja upp. Mér finnst mjög svona gaman að stjórna og setja upp og það svo gott að sjá, þú veist, þegar þú setur upp verk og horfir á það, þá svona vá. Þú veist, ég gerði þetta, ég gat gert þetta. Gaman að skapa? Já, ótrúlega gaman. Varstu búin að gerður það eitthvað í skólanum? Já. Að gera leikrit eða eitthvað svoleiðis? Já, ég var einu sinni í stjórn, ég var leikfélaginu í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ og þar settum við upp barnaleikrit og upp söngleik, sem með Clueless og síðan árið eftir í fyrra þá var ég aðstoðarleikstjóri með Karl Ágúst. Karl Ágúst í leikara? Wow. Já, og ég lærði ótrúlega mikið á honum og mjög þakklátt fyrir það tækifæri. Já, trúa því. Já. Þannig að þar eru framtíðardraumarnir að verða leikstjóri. Algjörlega. Já, það ekki svolítið, ég meina, ekki alveg hægt að láta það rætast eða? Jú, vonandi. Maður leggur bara allt á sig og heldur bara áfram. Já. Þú ert með alveg svakalegt leiksvið hérna við Grindavík, það eldgos hérna, veist, það Já. Hvernig eldgosi búið að koma við Grindvíkinga eins og þig? Alveg að fara taugum þegar jarðskjálftarnir voru allavega, en þetta bara fallegt. Ég hef ekki farið að skoða, ég hef ekki áhuga á því miður, en Fegin að jarðskjálftarnir eru stopp í bíli? Já, mjög. Geta að sofa á nóttina og svona. Varstu að vakna? Já, alveg. Ég var alltaf að vakna.
og líka mamma, hún svo hrædd við þetta. Þannig. Hvernig upplifir þú þetta, getur við sagt ástand, getur við sagt þetta eldgos svona í bæjarfélaginu hérna? Fólk bara rólegt yfir þessu og fegið að vera að jarðskjálftarnir séu stopp í bili? Já, allavega, við getum sett í bili. Já, í bili allavega. Já, sko, þegar ég spurði fjölskylduna okkar áður að byrja að gjósa og það var mikið að skjálftum, þá var þetta alltaf svona, nei, það ekkert að koma gos, þetta bara búið eftir viku, skilur. Það allir mjög rólegir yfir þessu öllu saman. Allavega nema, náttúrulega þegar stóru skjálftarnir komu og það allt, þetta var svona svolítið mikið svona alvörinni, þá var þetta alveg svolítið hræðilegt. En ekki trafík í bænum og svona? Jú. Alveg óþolandi ef maður komið heim kannski seint eða eitthvað. Það er svona kvöldmataleiti eða eitthvað og allir að fara upp í fjall og eitthvað. Það er ekki gaman. Nei. En það er gott fyrir búðirnar hérna og svona. Rekstraraðilega í bæjarfélaginu. Já, það er gott. Gaman að spjalla við og gangi þér vel. Takk fyrir og sömuleiðis.